Hér ætla ég að skýra út fyrir ykkur þessu svokallaða eiganda-app eða púls-app eins og við valið að kalla það. Þetta er hugbúnaður sem við erum búin að búa til og er sérhannað fyrir eigendur til þeir fái ákveðið vald á eigninni sinni og þegar þeir eru búin að smella á hnappinn sem þeir fái send þá detti inn þetta einhverju hér. Þetta er sérhannað á farsíma og þið getið installað þetta hér á skjáinn á þessum hnappi. Hérna er skýringar með hvaða síma þeir eru með og þá getið þið haft flýtileið þannig að þetta er mjög þægilegt. Þetta er aðalhnappurinn hér, þið smellið hér á nafnið á viðkomandi eign og þá dettið inn í dagatal. Í dagatalinu þá er svona yfirlit yfir alla hluti. Með öðrum orðum, grænu dagarnir, það eru bókanir sem frá þriðja aðila. Hér eru gestir að koma inn sem hafa bókað í gegnum heimasíður eða hvernig sem það er. Og grunnpælingar bak við þetta er að þið getið blokkað út daga sem þið ætla að nýta sjálf, þannig að það sé ekki lengur í sölu og síðan pantað ákveðna grunnþjónustu sem samningar eru á Og við skulum bara byrja á því að sýna ykkur hvernig á að blokka út daga. Þið smellið hérna á gula hnappinn og þá er þetta blokk orðið virkt. Þið smellið á daginn sem þið ætla að koma, 16. komið á morgun og síðan smellið á þann dag sem þið ætlið að tékka ykkur út og staðfestið. Hérna er yfirlit yfir bókunin ykkar. Þið eru að koma hérna 16. fara 22. og það eru 6 nætur. Hérna getið þið skrifað komment eða skilaboð til viðkomandi þjónustaðila þannig að allt sé undir kontról ef einhverjar séróskir eru annað því. Staðfestið og þá sjáum við hvað gerist. Þá kemur hérna upp bókun og leið lokast fyrir allar sölur og öllum heimasíðum sem þið eru með til þess að leigja viðkomandi eign þriðja aðila. Við getum aðeins skoða þetta hvernig það lítur út síðan hjá ykkur og hérna sjáum þið. Hérna eru þið búin að blokka út daga. Þannig að hér er allt undir kontról. Gefum okkur það því að þið bara gert hreinlega mistök. Viljið breyta þessar pöntun ykkar. Þá hafið þið fullt vald á því. Og þá gerir það með þessum hætti, smellið á einhvern af þessum dagum sem þið hefur blokkað, smellið á booking info og smellið hérna á rullatununa og þá hreinsast allt út og þið sjáu hér. Og á sömu sekundu þá opnast fyrir alla bókanir, alls staðar online og þið þurfið ekki að hafa neina áhyggjur af einu eða neinu. En gefum okkur það bara að þið ætlið að halda ykkar striki og bóka hér 16. og til 22. staðfesta og engin skilaboð og þetta er staðfest. Þá myndi þetta líta svona út. Þannig að allt hér væri eins og þið viljið að það sé. Næst ætla ég að sýna ykkur hvernig þið bókið þjónust inn í eignina. Það er að segja, gefum okkur það að þið sé með samning við þjónustaðilann að hann bjóði ykkur val ákveðna þrifaþjónustu sem er nánar skilgreind. Og samningurinn kveður á það að þið getið ekki bókað þessu þjónustu samdægust. Þið getið bókað mest 3 daga fyrirvara. Það er að segja að þið getið ekki bókað hann í dag, ekki á morgun, ekki hinn, heldur daginn þar á eftir. Og þið ætla að bóka þjónustu hér. Og þá smellið þið hérna og smellið á Order Service. Hérna koma þeir vörur upp á skjáinn sem þið hafið samninga að bóka. Og gefum okkur það bara að þið viljið fá 100% þrif. Þá smellið bara hér á 100% þrif. Hér getið þið sett skýring. Gefum okkur það, við skiljum þetta skilaboð, við viljum að þrifið sé milli 14 og 18 og þá fer þetta allt sína réttu leið. Hérna er komin þrifabeini inn í kerfið og ef þið farið aftur á ykkar yfirlit þá getið þið séð það hér. Hér er komin beini þrif og allt undir kontról. Nú ætlum ég að sýna ykkur hvað gerist þegar verkbeinin er framkvæmd. Hérna hef ég sett upp ákveðna verkbeini í þessu sýnidæmi þannig að viðkomandi beiðni er frá með deginum í dag. Að það er óskað eftir þrifum frá með deginum í dag. Ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Hérna er þessi ákveðna beiðni komin upp og hérna er hún komin upp í yfirlitun hjá þjónustaðalanum og starfsmennir hjá viðkomandi þjónustaðala, þeir eru með þessa beiðni hér uppsetta og síðan vinna þeir ákveðið verk hér og byrja hér að vinna og í fyllingu tíma sem þeir búið að þrífa þá taka þeir hér mynd til staðfestingar, 1 mynd, 2 myndir, 10 myndir, allt eftir reynilega hvernig samningar eru og leið þeir eru búin að staðfesta og sjáu þið hér, þá kemur hérna grænt hjá ykkur, það kemur grænt hjá þjónustaðala eða yfir umsjónaraðilanum og grænt hjá starfsmanni sem er að þrífa þessa ákveðna eign. Þið erum með þetta nákvæmlega að þjónustuna hafi verið framkvæmd og þið getið smellt hérna til að sjá hvernig þetta hefur verið. Þetta er svona. Og því að sýna ykkur næst þegar þið farið inn á appið, þá birtist þetta svona. Þá kemur upp þessi ákveðna rukkun hér sem var framkvæmd, kemur upp og sem möguleiki á að þið getið borgað með kort. Þannig að allt gangi bara einfalt fyrir sig. Ef samningar eru að þið til dæmis gerið upp í lok mánaðar eða hvernig sem það er, þá getið þið safnað þessu hér upp. Þá einfaldlega exið þetta út og þá getið þið farið í aðra aðgerðir.
Grunnpælingin á bak við þetta er fyrst og síðast til þess að gefa ykkur sem bestu þjónustuna. Það er að segja þannig að þið hafi vald á öllum hlutum. Hérna er ákveðið uppgjör sem þið getið leitað eftir, tengt bókunum sem hafa verið leigðar út og þið eruð að fá ykkar hlut af. Hérna getið þið flett upp á öllu sem að raunlega tengist pöntunum ykkar. Hérna eru bókanir sem eru virkar á eigninni. Hérna er til dæmis allar bókanir í framtíðinni sem eru virkar og þið getið með einu klikki séð hver er hvar og allt það. En enn og aftur, grunnpælingin á bak við þetta er að gefa ykkur sem mesta og einföldustu aðgengi að ykkar eign þannig að þið getið stjórnað því eftir ykkar þörfum og hagsmunir aðila farið saman.